Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það verið að ræða eða verið að reyna að ræða fjármálastefnu og fjármálaáætlunir í þingi. Það strandar alltaf okkur formsatriðum sem að stjórnarandstaðan settist ekki við. Við pælum nú ekki svona mikið í því, en okkur langar að vita svolítið hvort að í þessari fjármálastefnu sem var kynnt, sem ný ríkisstjórn kynnir og svo fjármálaáætlun sem fylgir henni og svo koma fjárlögin í haust, hvort að þar megi greina einhverja svona, einhverja breytingu í efnahagsstefnunni og kannski sérstaklega náttúrulega varðandi ríkisfjármálin. Og til að hjálpa okkur að finna út af þessu hingað kominn Indriði Þorláksson. Já, takk fyrir. Þú ert fyrirverandi margt. Já. Þú varst eins og aðstofamaður fjármálaráðherra. Jú. Heyrðu, hefurðu rennt yfir þetta? Já, ég hef svona lítið yfir ríkisfjármálastefnuna og hefur þetta fylgst með þeim yfirleitt svona og fram og mér finnst að það sé greinilega svona nýr tónn í henni. Að vísu fjármálastefnunum eru ansi njörvaða niður. Það eru miðaðar við ríkisfjármálastefnu sem búið var að leggja fram og samþykkja sem er svona skilgreinir megin markmiðin. Þetta er svona nánari útfærsla fyrir ákveðið tímabil og setur svona ramma og vísbendingu fjárlög næstu ára. Og að því svona mér finnst að þá kannski megin breytingin því að þessi stefna núna hún pólitískari, það í þeim skilningi að þarna koma fram það pólitísku áherslu sem stjórnarflokkarnir hafa þegar kynnt í sinni stefnuyfirlýsingu og búin til svona fjármálarammi í kringum þær. Þetta stefnan sem við viljum hafa og þess vegna leggjum við þetta til. Já. En þú segir það, þá getur það alltaf verið svo að fyrri áætlanir og stefna hafi ekki verið pólitísk. Ekki í þessum skilningi að þær verður svona mótandi. Þær hafa verið meira settu svona rammi sem svona framreikningur á væntanlegum tekjum og hugsanlegum útgjöldum og svo framvegis og svo náttúrulega þetta stefnumarkmið sem að allt umliggjandi að ríkissjóður sé rekinn hallalaus. Það út af fyrir sig stendur allt saman í þessari stefnu líka og kannski ennþá skýrara heldur en oft áður sem sé það að ríkisstjórnin hyggst ekki að fara í útgjalda aðgerðir nema það sé að fullu fjármagnar og stefnir að því að koma ríkissjóði í hallalaust ástand 2028 sem að var áður ekki að ná fyrir árið seinna. En til þess að þetta geti takist vegna þess að eins og það sem ég sagði að væri svona pólitísk var það að þarna eru boðaðar breytingar á útgjaldahlið sem að í samræmi með það sem að ríkisstjórnin áður boðað. Það aukin framlög í raungildi til ákveðna málaflokka í þó nokkuð mæli og það eru boðaðar og svona dregnar upp grófar útlínur af tekjuöflun sem að þarf til þess að halda ríkissjóði hallalausum þrátt fyrir þessi auknu útgjöldum. Þetta vantaði svolítið í fyrri fjármálaáætlun vegna þess að þar var svona ríkis tekna rammin ansi þröngur og hann svona markaði út ramma þess sem hægt var að gera án þess að menn hefðu gerðu ljósar fyrir að þannig einhverjar svona meiri háttar breytingar. Þannig að það var áhersla lögð á engar skattahækkanir og þar með verður kannski valkostirnir ekki margir. Já, það rétt og þarna til dæmis gert ráð fyrir því að á þessu tímabili þá hækki hlutfall skatttekna af verkir rannsóknarvíslu einhvers staðar milli 1 og 2% á tímabilinu sem að held ég mjög væg og varlega áætlun. En þetta þannig að þetta séu svona straumhvörf eða hversu mikil breytingin? Erum við að fara út úr stefnu ríkisfjármála eins og var
í tíð Bjarnar Benediktssonar segi ég, vegna þess að hann var nú fjármálaráðherra lengst af svona síðustu 10-13 árin. Það sjálfur sér ekki, sko vegna þess að sú ríkisfjármálastefna, hún var í raun og voru ákveðin stöðnunar stefna, en markviss að því leyti að halda ríkissjóði, auka ekki skuldir ríkis og svo framvegis og að það hafi ekki tekist vegna ytri aðstæðna að hluta til. COVID fyrst og fremst. Já, en sú stefna kom hins vegar niður á því að það var ekki horft í augu við knýjandi verkefni og samanber umræðu innviðaskuld og svo framvegis. Þannig að það má segja að allt frá 2013 og þá hafi stefnan verið svo að gera helst ekki neitt annað heldur en að halda jafnvægi í ríkisfjármálum. Svo það leiti til hægrar hörlunar innviða. Já, menn hafðu það bara ekki kíkinum að líta á það og kannski ekki gert sér grein fyrir því að hvað þessi hörlun er mikil og hefur verið hörl. Og svona það sem ég svona kannski hef efasemdur í sambandi við þessa ríkisfjármálaáætlun að það sé ekki gengið nógu langt í því efni að hafa efni á því að lagfæra og greiða þessa innviða skuld. Að vísu þetta aðeins fyrstu mánuður og fyrsta ár þessar ríkisstjórnar, þannig það margt eftir að koma í ljós og þarna rætt nýtt fjármögnunarkerfi fyrir vegagerðina og vegaviðhald og byggingu og það ómögulegt að segja nema það geti skilað þarna góðum árangri því að það þarf ekki endilega að byggjast á hlaupandi skatttekjum því að þarna höfum við dæmi til dæmis frá aðferðinu í Hvalfjarðargöngi þar sem hægt að fjármagna þetta án þess að fara út í beina einkarekstur eða einkaframkvæmd en þá hægt að fjármagna þetta svona utan fjárlagana með ákveðnum hætti. Þannig þó svo þessi breyting og til batnaðar að þá ert þú með svona ákveðnar efasemdir að hún sé nægilega stór vegna þess að vandinn hafi verið svo slæmur. Þannig að tímabili Bjarna þá var ekki haldið í horfinu og það er bara hörnuðu innviðir og grunnkerfin og það þarf átak til þess að laga það. Núna er smá átak, kannski bara til að halda í horfinu en þá náttúrulega kannski meinið eftir okkur. Þetta nú kannski meira en til að halda í horfinu en eins og segi, þetta náttúrulega matsaltað hvað mann telja bæði rétt og hægt að fara hratt sko. En eins og sagði, mitt mat að það þyrfti kannski að hækka tekjur ríkisins svona milli 2 og 3% að lágmarki til þess að geta unnið á þessum halla af svona sæmilegum hraða. Eins og segi þarna gert ráð fyrir kannski eitthvað rúmlega 1-2% sem að eins og sagði að mínu mati svona í lagri kantinum. Það eru lagðar til þarna tekjuöflun. Það er ekki lagt til að hvað getum við sagt, skrúa ofan af skattalækkunum nýfrjálshyggju áranna sem hafðu lækkað skatta á fyrirtæki og fjármagn og aflagt eigna skatta og flagðu. Heldur eru lagðar til eiginlega það sem við getum kallað eiginlega bara gjaldtaka, langstærstu hluta gjaldtaka á auðlundum, bæði í varðandi fiskveiðiauðlundina, varðandi túrismann og einhverju leyti orkunni, eða ekki? Þetta, þegar ég segi þetta, þá minnir þetta mig svolítið á þig, því að þú hefur svolítið lagt áherslu á að það yrði auki mjög svona auðlinda gjaldtaka eða skattlagning. Já, það var bara eitt af stóru meinunum í íslenska ríkisstjórnum að hann er ekki að innheimta tekjurnar af auðlindunum sem að þjóðin á. Já, það er eitt að góða við þetta, þarna er mörkuð sú stefna og tekin ákveðin skref eins og sýnt segja við á síðustu dögum í umræðunum veiðileyfagjöldin sko og þar var ganga til verks og koma því í lag. Það þarf líka að mínu mati að móta svona almenna auðlindastefnu ekki bara út frá náttúruvernd og svo framvegis heldur líka þessu leyti þar sem að verði lagt til grundvallar að almenningur og þjóðin fái þær tekjur af þeim auðlindum sem að er í hennar eigu og það tekur ekki bara til fiskveiðina, það tekur til orkuframleiðsluna, það tekur fiskeldið,
hugsanlega starfsemi svo vindorkuver og svo framvegis. En ég held að sé mikilsvert að móta svona almenna samræmda stefnu þannig að þessi ekki verið að mismuna, því að mann hvertan mismunun ef það er hægt, sko. Þetta er eitt. Nú, ég hef svona soldnar ekki kannski áhyggjur en efasemdir að þessi er rétt að tala auðlindagjöld í ferðaþjónustu. Því að mínu mati þó að þetta sé vissulega nýting á náttúrunni, að sýna hana ferðamönnum, að þá í stórum dráttum óheftur aðgangur allra að slíku starfsemi, þannig að það er ekki auðlindarenta sem að þar að myndast nema einhverjum einstöku tilvikum. Hins vegar langt í frá að ferðaþjónustuna hún, hvað maður segja, skili í gjöldum sem að svara þeirri í, hvað maður segja, álagi bæði á náttúru, vegi og svo framvegis. Þannig að þetta er svona frekar svona umhverfis og mengunargjöld eða hvað við köllum það. Viltu útskýra aðeins nánar með munin á að sé auðlindarenta og sem að væri þá ríkið tæki hluta af eða bara venjuleg gjaldtaka. Munurinn sá að segjum að það væri takmarkanir á fjölda ferðamanna sem ættu að koma á Þingvelli. Verður þá til auðlindarenta bara með það sama? Vegna þess að ef ég á kvótann á ferðamönnum á Þingvelli að þá get ég selt á hærra verði og dregið til mín sem að þú hefur ekki aðgengjað. Ef ferðaþjónustu fyrirtækin fengi bara úthlutað ókeypis slíkum kvóta sem þannig að menn myndu takmarka með það þá myndi mynda þarna væntanlega auðlindarenta því að eftirspurnin væntanlega meiri heldur en frambóðið. Þetta er að nákvæmlega eins og með fiskveiðina, þar heimildin til að veiða þeim úthlutað. Í orku, við skulum segja, byggingu orkuvera, það byggir ekki með einn aðili sem getur virkjað hvert foss og svo framvegis þannig að það ýmsar náttúrulegar eða reglusettar hindranir á aðganginum. Við þær aðstæður myndast umfram hagnaður hjá þessum fyrirtækjum sem njóta þessara sérréttinda og það er það sem sem sagt andlag auðlinda skattlagningar og auðlindagjalda, sko. Meðan að ef að allir hafa möguleika á að fara með ferðamenn hversum þau sýnist og svo framvegis að þá þar samkeppni eða allavega svona samkvæmt teóriunni þá samkeppni markaðum sem eyði þessar auðlindarendu. En nú býttu við að margir myndu vilja segja svo að það er eðlilegt að rukka skatt af túristunum svo þeir borgi fyrir notkun sína á innviðum. Og svo myndum margir líka segja að svo líka bara eðlilegt að taka gjald af þeim vegna þess að þeir fá að sjá auðlindinar, náttúrufegurðina og allt þetta. En það er það ekki bara góður tekjustofn? Jú, en það ekki innifalið í því ef menn leggja gjald á ferðaþjónustu fyrirtækin fyrir að frammiða og eða þá sem bara eða ef menn borga inngangseyri að vinsælum stöðum og svo framvegis að þá það innifalið í þessu en þetta gjald sem að ekki tekið af auðlindarendu rekstrarhraðar. Nei. Þetta vissulega, þetta bara eins og neyslu skattur ef svo má segja, sko. En mætti ekki setja svoleiðis á ferðamenn eins og þetta ekki eins og áfengisgjald, það rennur ekki til þess að borga fyrir skaðan af áfengi. Ég er ekki mæla gegn því, ég er bara að benda á samt að setja allt undir einn hatt og segja að þetta er allt saman auðlindagjöld, því auðlindagjöld eru svona misjöfna eðli sínu og hafa mismunandi tilgang. Þarna þetta fyrst og fremst kannski til þess að greiða fyrir slít, þetta til þess að vernda koma sér náttúrunni gegn og koma sér skemmtum og ofneytingu og svo framvegis. Afla fjár til þess að styrkja innviði í kringum náttúru og söguminjar sem að mikil þörf á því að það ekki allir sem hafa komið á þessa staði að það veik þjónustu þarna. En varðandi kannski ríkisframlótun og tekju áætlunina þá að það rétt að það fyrstu skrefin í gegnum veiðigjöldin og síðan þetta boðað en það líka boðað að afla fjár með því að bæta skattframkvæmd og loka fyrir glufur og svo framvegis og að mínum að eru þar miklu möguleikar því að staðreyndin svo að allt frá því að Panama-skjölunum eða fyrir þá hafa áðið þær breytingar að svona skattasniðganga sem að áður var stunduð út í Tortóla eða annar staðar, hún hefur færst meira inn í landi þannig að
eignarhaldsfélagakerfið og krosseignartengslin gera að verkum að stór hluti af öllum tekjum af fjármagni og atvinnurekstri, hann fer mjög lít skattaður í gegnum allt kerfið og eftir að hagnaðurinn einu sinni kominn í formi arðs eða með einhverjum veginn í eignarhaldsfélag þá hann skattlaus nánast til eilífðar. Þannig að eigendur félagana geta frestað skattgreiðslu. Já, þeir eru raun og veru þannig að allur arður og allur söluhagnaður hjá einkahlutafélögum skattlaus hjá þeim. Þannig að svo lengi sem að þau halda sig við það bara að fjárfesta í eignum og taka tekjur á honum, hvort sem það gera með því að fá arði eða selja hlutina, að þá myndast engin skattskylda hjá eignarhaldsfélag. Það ekki fyrir en að þetta eignarhaldsfélag greiðir eigandanum út arðin. Já, ef hann gerir það, en hins vegar eigandinn trúlega á einhverjum launum hjá félaginu og það lágum, þannig að hann þarf ekkert á því að halda, þannig að þetta raun og veru bara uppsöfnun auðs inn í þessum félagum, þetta raun og veru skattfrjáls eignamyndun og ég lít hann á, ég hef ekki sagt bara að margt af þessum eignarhaldsfélagum sem eru til staðar í raun og veru eins og bankareikningur. En munurinn sá ef einstaklingurinn með sitt fé í banka og fær arð eða söluhagnað því sem gerir, þá borgar hann samstundis skatt af því en hjá félagum gerist það ekki. Bankareikningurinn ekki sjálfstæður skattaðili. Nei, hann ekki sjálfstæður skattaðili. Þannig að þú ert að tala félög og þetta það sem var nú talað í kosningabaráttunni sem að loka EOF-gatinu. Ég held að við sósíalistar bendum á það nú fyrir kosningadag 2021. Já. Að það eiginlega sambarlegt og þú varst að vísa til sem að voru aflandsfélögin, þar sem að voru settar inn reglur að ef þú átt aflandsfélag, að þá eru eignir inn í því skatlaðar eins og það séu þínar einkaeigur. Þannig að það ekki þetta geyma skattgreiðslu. Akkurat. En þetta hægt að gera innanlands líka. Þetta var stoppað að það var hægt að gera í aflandi, en raunverulega hægt að gera þetta innanlands með því að vera ef þú ættir Indriði EHF og seldir eitthvað fyrirtæki og geymdir bara 4 milljarðar þar inni og skamta þér svo og lætur kannski Indriði EHF með að segja húsið þitt og fleira, það alls konar sem hægt að gera. Þá getur raunverulega komist hjá því að borga. Getur komist hjá því að borga raun og veru frekari skatt af miklum fjármaksið tekjum. En er þetta stórt vandamál? Þetta að mínu vati mjög stórt vandamál. Ég meina þá er ég að tala mjög upphæðum að ef að þessi eignarhaldsfélög sem ekki með raunverulegan rekstur, eru þau bara skattlögð eins og með eiganda sínum, eru þau að tala skatttekjur og ríkissjóð upp á marga milljarða? Já, mínu vati það þó nokkri milljarði, ég hef ekki reynt að meta það, en þetta ekki síður, þetta hvað maður segja, réttlætis og jöfnuðarmál, því að ég sé ekki forsenduna fyrir því að þegnum sé í raun og veru mismunun að gagnvart skattlækningu eftir hvort þeir kjósa að koma fram í formi í nafni einhvers félags eða bara sem slíki. Þannig að það ýmsir önnur og síðan þekkja menn náttúrulega þetta mál með útsvarsleysi fjármagnstekna. Það eitt svona atriði sem að mér finnst að hljóta að eiga að taka á. Ég ekki viss að það skili miklu til ríkissjóðs en engu síður að þá það Sveitarfélögum sárvantatekjur. Já, og það myndi bæta ríkissjóð vegna þess að ríkissjóðu þarf vel að bæta sveitarfélögunum upp tekjuleysi sitt. Já, ríkið setur náttúrulega í raun og veru ramman öll að opinbera tekjuöflun hvort það hjá ríkið að sveitarfélögum. Varandi svona sangillinn í þessu því að þú hefur unnið á skattinum. Ef það eitthvað maður sem á geymir hlutafé sín í einhverju fyrirtæki inn í einkafyrirtæki og svo selur þetta fyrirtæki dótturfyrirtæki sitt eða það sem eignin var miklum hagnaði sem fer þarna upp. Af hverju á skattur rétt á því að taka peningin þarna frekar heldur en þegar að eigandinn greiðir sér það út úr eignarhaldsfélaginu?
Sko ef að Á skatturinn rétt á að taka svona hluta af öllum hreyfingum fjármuna í samfélaginu? sko Ég reyni að spyrja eins og hægri maður. ég þetta ekki en málið er það að ef við lítum á tekjuskattlagningu þá grundvallar prinsip í henni að allar tekjur sem falla til á ákveðnu tímabili séu skattlagðar og þær séu skattlagðar eftir svona, hvað maður segja, jafnréttis og sanngirnis reglum, sko. Og þessa tekjur í sjálfu sér ekkert undanþegna því, þannig að þetta svona frávik frá almennu reglunni að ef að tekjur í ákveðnu formi, ákveðnu félagsformi, að þá beri þær ekki skatt. Þetta byggir alltaf maður reyndar á þeirri hugmynd að þessar tekjur verði skattlagðar hjá einstaklingum þegar hann tekur út, en ef við lítum hins vegar á raunveruleikann þá þetta eignarhald hjá, hvað maður segja, 5 eða til 10% tekjuhæstu og auðugustu almenni og þeir ekkert að taka þessi tekjur út þegar að þeirra tími búinn þegar að þetta gerst með gólfinu þá ganga þær til skattfrjálsar til eða mesturlítið skattfrjálsar til erfingja. Og þegar söluhagnaðurinn á sölu á fyrirtækinu kemur upp í eignarhaldsfélagið, þá verður þar ekki til eitthvað svona mikill rekstrarafgangur sem leiðir til skattlagningar. Nei. Ekki nema vissulega hafa þessi félög flest öll einhverja tekjur, þau með einhverja peninga á bankareikningum og fá vaxtatekjur og þær eru skattskyldar og svo framvegis. En ekki söluhagnaður. En ekki söluhagnaður og ekki annan, ekki stóra tölurnar sem þetta verða. Þannig að þetta hefur verið búið til undanþága, líklega með það í huga að sá sem á eignarhaldsfélagið muni þá fjárfesta með einhverjum öðrum hætti og það verið svo góð áhrif á fjárfestingum hans í samfélaginu að það borgar sig ekki að taka skatta á honum. Já, þetta svona hluta til þetta ekki bara íslenskt vandamál, þetta byggir að hluta til á þeim hugmyndum sem hafa verið líka í Evrópu, þar að segja að komið veg fyrir tvísköttun, þannig að þess vegna hefur verið lækkað fyrirtækjaskatturinn og sagt síðan kemur arðurinn til viðbótar og það samtalsskattur á rekstratekjurnar og arðina það á að endurspegla svona einhvern veginn það skatthlutfall sem í samfélaginu en ef að hins vegar þessi útgreiðsla fer ekkert fram og heldur bara geymd til eignamynduna þá kemur engin skattur fram. Fjármagnstekjur ber ekki útsvar eins og launatekjur. Hver réttlætingin fyrir því að leggja útsvar á fjármagnstekjur sem myndur að hækka fjármagnstekjurskattin svolítið mikið? Útsvar 14,6 eða 8% í Reykjavík. Jú, eitthvað þannig. Já, ég hef enga svona mótaða hugmyndum hvernig það gert en réttlætingin sem maður segja í mínum huga svo sko hvers vegna eiga á ákveðið tekjuform að vera undanskilja af hverju eiga þessir aðrir ekki að leggja til sín samfélags og nærsamfélagsins eins og aðrir. Við skattleggjum alveg miskunnarlaust launatekjur fólkskostnaðar, það láglauna fólk eða ekki, sko, en þarna kom einhver allt í einu aðilega sem að allt í einu þurfi ekki að borga útsvar af kannski stærstu hluta tekna sinna. Þannig að þetta í mínum huga allt saman svona meira minna spurningin jöfnuð og sanngirni í skattlagningu fremur heldur en tekjuöflun, en tekjuöflun náttúrulega fylgir þessu og eins og bent á að sveitarfélögin telja sig ekki held í vera í vanþörf á tekjum. Sko. Nei, það sé almennt bara viðurkennt. En þegar að síðasta ríkisstjórn, hún var með þetta á stefnuskránni, tók þetta upp eftir kosninga 21 held ég, út af umræðu sem hafði verið þá þetta, að það var ósakjart. En þá voru hugmyndin að það að leggja útsvarið á svona ímyndaða tekjur. Að ef að þú væri með 10 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur, þá verði lagður á útsvar á svona einhverju sirka rúmlega meðaltekjur manna. Já, það ein hugmynd sem að hefur verið rædd í þessu sambandi að hafa þarna í raun og veru einhvers konar reknaðan útsvarsstofn sem sett á ákveðið lágmark, þannig að þeir sem eru með litlar launatekjur þá verður þeir að rekna sér þetta sem stopp fyrir útsvarstekjurnar. Þetta bara ein leið, sko vandamálið í sambandi við þetta líka það að fjármagnstekjurnar ekki eins staðbundnar
og ekki svona eins tengdar búsettunni eins og launatekjunum. Þetta er yfirleitt eru launatekjundar á einhvern nátt svona allavega í stórum dráttum svona úr nær umhverfunum meðan að fjármagnstekjurnar eiga sér allt annan uppruna. Og þar að auki höfum við líka það vandamál að dreifing fjármagnstekjunarna bara eftir sveitarfélögum, eftir búsettu er mjög mikil, er mjög mismunandi. Þannig að það vill svo til að í ýmsum sveitarfélögum að þá þjappast saman þeirra aðilar sem að hafa meira af þessum tekjum en í öðrum sveitarfélögum. Þannig að þetta er ekki einfalt mál, þannig að mér hefur dottið helst í hug að útsvara af þessum tekjum eða tekið ætti að renna bara í jöfnunarsjóð sveitarfélaga og dreifa það eftir einhverjum svona objektífum mælikvörðum þar. Meiri sanngirni svo tökum svona eitthvað ríkt dæmi að rjúki ekki upp tekjurnar í Garðabæ en kannski verða þær minni á Blönduósi. Já, og langt síðan að ég skoðaði dreifinguna eftir sveitarfélögum en mér minnir að þetta séu svona sikkurum megin. Já, og líka kannski til viðbóta það að þessar tekjur eru kannski hlutfallslega minni í þeim sveitarfélögum sem hafa svona mesta félagslega byrði að bera þar sem að bæði tekjur eru almennt lægri og þar sem að svona félagslega þjónusta er meiri og meiri þarf á henni en annars það. En þetta má lesa að það eru ráðagerðir að vinna þessu. Við erum ekki með klára svona niðurstöðuna, við getum ekki metið hversu langt ríkisstjórnin ætlar að fara í því að loka fyrir þessi eignarhaldsfélög. Nei, og þar er náttúrulega mörg spursmál sem að þarf að svara og margar leiðir eða hugsanlega leiðir að því marki að skapa þarna sæmilegt samræmi í þessu. Og þegar að stjórnvöld eru að breyta stefnu að þá finnst manni í lýðræðislegu samfélagi að þyrfti að vera svolítið öflug ákveðin svona umræða stefnubreytinguna. En þú þekkir það að það er eiginlega varla hægt að tala skattamála í íslensku samfélagi. Það er bara þú ert komin út í móa bara þegar þú sleppur orðinu, sko. Já, þetta er svona svolítið heit kartöfla eins og stundum er sagt. Það er slegið út af borðinu. Já, þannig og það er reyndar ekkert einstæmi fyrir Íslanda. Við sáum það náttúrulega í Bandaríkjunum og við sáum það í stjórnarmyndi viðræðunum í Þýskalandi að það er bara no new taxes svona einhvers konar boðskapur sem það ekki er. Sé eftir svona verið í sjálfu sér að lækka skatta. Það sé eftir svona verið í sjálfu sér og kannski æðsta boðorðið að lækka skatta. Já. Það er oft þannig í stjórnmálunum. Já, það vill vera þannig, sko, en ég held hins vegar að ef maður líta bara á samfélagsþróunina á Vesturlöndum að þá ætti manum vera augljóst að það hefur verið ákveðin tilfærsla á neyslu úr, markaðsvörum yfir í félagslega þáttinn. Stærri og stærri hlutur af heildar kostan við sveitunum og heildar eftirspurnin líka er eftir hlutum eins og bættri heilsu, bættri menntun, meiri félagslegu öryggi og svo framvegis. Og þetta þýðir einfaldlega að menn þurfa að ætla sama hluta af tekjunum í þessi verkefni eins og önnur. Herðu, það sem hefur mest verið rætt á undanfarið sem að tengist fjármálastefnunni á áætluninni eru hækkunum veiðigjalda og breytt aðferð við að reikna það út. Ríkisstjórnin reyndi nú að halda því fram upp að þetta væri ekki hækkun, þetta væri bara breyting á reiknireglu. En hún mun leiða til hækkunar og það er líklega markmiðið. Það hlýtur eiginlega að vera, sko. Þannig ég náði ekki alveg á hverju þau vildi ekki segja að þetta væri hækkun, þetta væri breyting á reglu. Já, ég veit ekki hvort það hafi nú verið vilji. Ég held að það lá alveg fyrir og var í áætlunum og kom fram í frumvarpsdrögunum að það erum að ræða hækkun á tekjum, sko. En það sem er kannski til viðbótum að segja það að þessi hækkun stafar ekki af því að sé vera að breyta neinu stórfelldu í frumvarpinu eða heldur fyrst og fremst að grunnurinn sem að veiðigjaldið er reiknað út frá, að hann sé endurspegli rétt verð. Staðreyndin er svo og var gert 2018 og þá er búin til aðferð sem að
leyfir það að setja stóran hluta af rentunni fram hjá kerfinu með svona falskri milliverðlagningu. Og þannig að það má segja að það sé verið að leiðrétta formúluna sem gerð þarna. Og þessi breyting sem þá gerða, hún ekki gerð bara út í bláin. Ég held að menn hafa alveg vita hvað þeir voru að gera. Þeir voru að kaupa sér einhvers konar hlýja hjá þeim sem áttu að greiða gjaldið. En þannig að þessi leiðrétting svona ætti ekki að koma neinum á óvart sem slengri. En þetta ekki orðið, ekki mikil hækkun á veiðigjalduna miða við, hvað má segja, eðlilega fjárhæð auðlinda gjalda og við lítum til dæmis til Noregs þar sem að þeir hafa svona markmiðið að 70-80% af auðlinda rentunni, þar sem umfram hagnaðinu, skilir sér til eigandans að þá erum við ennþá í þessu, eftir þessa breytingu einhvers staðar nála 30-33% eitthvað þínir. Af auðlindarentunni. Þannig að það geti, nú hugmyndir að tvöfalda þetta, svona til einföldunar, þá hefur þetta verið svona 10 milljarðar, gæti orðið 20. Þú ert að segja að ef við ættum að taka svipað og norðmennirnir hafa sem sitt markmið, þá ættum við að taka 40. Já, allavega. Við verðum að leika okkur bara með því. Já, það kannski ekki fjara ræja, það þýtti að tvöfalda. Fólk skilji svona stærðirnar í þessu. En þú orðið var við það, mér sagt að ég ekki með sjónvarpheima með mér, mér sagt að stór útgerðin sé í öllum auglýsingatímum í Ríkisútvarpinu að segja okkur frá því að þetta sé afleidd tillaga. Já, og það og þetta væri svona heiðarlega málflutningur ef þeir töluðu hreint út og sagði að þetta var afleitt fyrir þá vegna þess að þeir sé fram á þurfa að burga það. En það sem þeir að gera að reyna að telja fólki trúum að þetta sé afleitt fyrir einhver allt aðra. Landsbyggðina, fiskvinnsluna í dreifbýli og svo framvegis, sem allt saman náttúrulega meira og minna tilbúningu vegna þess að þessi breyting svona röklega séð bara snertir þessi atriði sem þeir nefna ekki neitt. Það það sem að liggur fyrir að fiskveiðin, árleg fiskveiði, hún talin jafngilda svona 500.000 þorskíldstonnum þegar menn leggja þann verðmæli hvar á. Það engin hætt á að þessi breyting dragi úr veiðinni, að það verði veitt minna fyrir þetta. Þá liggur augum upp með það kemur sami afla landi, honum þarf að landa, hann þarf að vinna og það er svo framvegis. Þannig að það að reyna að halda fram að þetta kippi fótunum undan vinnu, tekjum sveitafélag, tekjum starfsmanna og svo framvegis bara hreinlega út í bláinn. En eitt af því sem sagt að ef ég, stórútgerðin, ef ég þarf að landa þessu á markaðsverði, má ekki selja sjálfur mér þetta á undirverði, að þá græði ég bara ekki nógu mikið á því að vinna þetta í vinnslunum minni. Þannig ég ser þetta bara til Bretlands eða eitthvað. Já, það málið lögin segja ekkert þetta. Lögin segja ekkert það á hvaða verði þú átt að selja þetta sinna. Það segir bara þegar veiðigjöldin eru reknuð út. Þá miðað við þetta verð. Það segja að skattlagningin eða hvað við köllum það, að hún óháð, hvað maður segja, geðþótta þeirra sem að veiða og vinnsla, sérstaklega óháð því hvaða gjald þeir taka þegar þeir færa fiskinn úr einum vasa sínum í einhvern annan. Það misskilningur þannig sé verið að boða það eigi að breyta þessu. Þannig þeir geta haldið áfram að selja sjálfum til þetta á hvaða verði sem vilja. Það hefur bara ekki áhrif á veiðigjöldin. Þannig að segjum að markaðsverð sé 100 og þeir mega að selja sér 80 samkvæmt samningum við sjómenn. Að þetta leiðir ekki til þess að þetta muni fara að þeir selja markaðsverðið. Það bætist við kannski svona 2% sem verður þá aukið álag út af veiðigjöldunum. Þannig þetta bara eilítil hækkun. Já. Ég reyna að skilja svona stærðirnar í þessu. Já, það alveg rétt, sem svo lítil að þú efast að það valdi einhverjum svona straumhverfum í því hvernig menn ráðst á aflann. Ég held að sé ekki vegna þess að ef að veiðigjöldin eru reikn út fyrir fiskveiðiárið. Það ákveðin krónutala per kíló. Þessi krónutala þegar við ræða þorskað ísu að þá að fara eftir markaðsverðinu sem að er. Og
Þá verður þetta eiginlega líkara bara leigugjaldi. Já, frekar en skatt. þannig að þetta hefur ekkert með það að gera hvaða verði svo, komum við segja, stórútgerðin selur sjálfur sér fiski til vinnslu. Hún getur þess að gefið hann eða hvað sem er. Þetta hefur engin þar á. Þetta hefur engin áhrif heldur á hvaða verð uppgjör eða laun sjónamanna við. Þetta er eingöngu verið að segja við mat á auðlindarentunni og þar með grunni veiðigjaldins, þá er miðað við markaðsverð. Og ef að þetta gjald er lagt á, við skulum segja fisk, ís og þorsk sem er seldur úr landi og það er sama verð, að þá eru menn ekki að spara sér eitt eða neitt með því að flytja fiskinn úr landi. Veiðigjaldi leggst á aflan per kíló. Þannig að ég... Þú skilur ekki þessi röksemdafæslun á Ég held bakvið. að það er engin röksemdafæslun við þetta. Það er bara verið að Hræðslu áróður sem það er. þetta er bara, þetta er hræðslu áróður, reyna að fá einhverjar sem ekki, hvað má segja, eru og setja sig inn í þetta til þess að taka afstöðu með það. En ef að þetta er ákveðið vandamál í greininni sem við erum bent á, að menn geti selt sjálfum sér og menn, samkvæmt samningu sjómenn á mega menn selja á 80% af markaðsverði. Núna kemur ríkið og segir, við viljum fá hluta af auðlindarentunni í takt við eðlilegt markaðsverð og við ætlum að hækka þetta. En þeir sem að tapa á því að þeir eru að selja undir markaðsverði eru meðal annars hafnarsjóðir, sjómenninir, þau sveitafélög sem að sjómenninir borga útsvar til. Það eru margir sem eru að tapa á því að, og þetta er náttúrulega sérstaklega einir allra stæðstu, allra auðugustu stórútgerðin sem að er með aðstöðu til þess að selja sjálfum sér. Jú, en það er eins og sjálfum sér... það er ekki verið að taka á þessu. Nei, það er ekki verið að breytast í og það er ekki verið að banna milliverðlagningu. Það er bara eingöngu verið að segja að þegar er ræða útreikning á veiðigjaldinu þá er miðað með markaðsverði. Þetta er ekkert óþekkt regla. Það er þannig í skattarétti og það er þannig í, til dæmis í tvísköttarsamningu svo framvegis að þegar er að ræða viðskipti milli tengdara aðila að þá er skatturinn getur ýtt þeim viðskiptum til hliðar og sagt við miðum þetta við markaðsverð. Og það er sem gert. Þannig að þetta er svona almenn regla í skattarétti að svona sýndargjörningar eða falskir gjörningar millist tengdar aðila, þeir eiga ekki að hafa áhrif á skattlagningu. Það er bara það sem við erum að gera með þessum breytingum. Þannig það eru fordæmi erlendis fyrir þessu. Þannig að ég hef nú heyrt menn svona verið að spekulera í því að útgerðin muni fara strax í mál og segja að þú sem ríkið megir ekki skattleggja, að skattstofni má ekki vera einhver ímyndaður, útreiknaður skattstofn, heldur verður bara byggja á þeim viðskiptum sem áttu sér stað og hafna því að það sé hægt að leggja skatt á eitthvað sem hefði geta átt sér stað. Já, þú eru bara að leggja skatt á það sem að gerðist. Já, byggja á viðskiptum sem að eiga sér stað á markaðsverði. Sko, við höfum þessa reglu í öðrum tilvikum. Við höfum til dæmis í skattalann þá reglu að þegar að menn vinna hjá eigin fyrirtæki, svo sem verkfræðingur eða því, að þá ber hann að reikna sér laun vegna skattsins sem eru miðuð við einhvers konar markaðsverð. Sko. Þannig að þessi hugmynd að láta markaðin ráða þessu, hún er dálítið gegnum gangandi í öllu skattkerfinu og öllu kerfinu. Þessi tilvik sem þarna er menn að búa til frávik frá þessu og að þú minnist á sjómennina að þá er staðreyndin sú að sjómenn og útgerðin hafa í raun og veru samið sín á milli þessa viðmiðun. Þannig að það er ekki verið, þetta er ekki svik eða? Nei, engin svik eða neitt annan hátt. Þetta er vísandi fyrir veika samningsstöðu sjómanna, gætu við sagt. Já, sko... Þeir borga bæði hluta fjárfestingunni og þeir borga hluta olíunni og þeir setja sig við 20% lægra verð og... Já, maður verður náttúrulega að líta á þróunin þarna fyrir einhverjum áratugum og þá var togari kannski að afla svona 5-6 þúsund tonn á ári með 25-30 manns í áhöfn. Núna fara þessi skip og veiða 7, 8, 9, 10 þúsund tonn á ári með 12 mann áhöfn. Þannig að það hafa náttúrulega orðið slíkar tæknibreytingar að forsendurnar fyrir þessu skiptaverði sem var
hafa smá saman brotna niður. En þeir hafa ekki mætt þessu með því að breyta þessu á þann hátt, heldur að fara að búa til einhvers konar svona falska viðmiðun. Þannig að það er bara þeirra vandamál held ég að vinna úr því sko. En varðandi sko markaðsverðin bara vinna á að í nýlegum lögum í Noregi þar sem við sagt er gjald á fiskeldi, þar er miðað við heimsmarkaðsverð á laxi. Það skiptir engu máli á hvaða verði þeir bóka þetta í sínum bókum heldur. Þetta er bara það verðmæti sem að hægt er að fá fyrir vöruna og það er það sem gildir. Og er kannski raunveruleiki sem að ríkið þarf að taka mið af þegar við erum kannski með raunveruleika eins og að sko Samherji á fiskiskip og útgerðina. Þeir eru líka laxeldi og þeir eru langstærsti hluthafinn í Eimskip sem að flytur þetta á markað. Þannig að þeir eiga eiginlega alla virðiskeðjuna til enda og þá verður ríkið að þegar það eru svona mikil viðskipti sín á milli eins og þú tókst með dæmi mann sem að vinnur á sjálfum sér að þá er bara eðlilegt og það verður unnist í öllum dómstugum að ríkið leggi á svona markaðsverð. Þetta er sem sagt viðskipti svo bara verðmæti bara miðast við viðskipti mitt eru óháð aðila og til dæmis í fiskverðina þá er verulega stór hluti af þorsk og ýsuafla er seldur á markaði og það markaðsverð sem við erum miða við. Þannig að það er ekki verið búað til eitthvað svona út í bláin heldur bara beinar markað staðreyndir í þessu efni. Þannig þarna eru stigin svona skref í áttina að því að afla meiri tekna af auðlindarentu hjá ríkinu. En þú myndir vilja sjá svona bara heildstæða löggjöf og umræðu í samfélaginu, hvernig við getum búið svo hnútana að ríki hafi umtalsverðar tekjur af þeim auðlindur sem ríkið á. Já, ég held að það sé grundvallaratriði sem að þurfum að vinna á. Sem annarkvort við getum notað þá til þess að byggja upp innviði og öflugra samfélag eða þá minnka skatta annars staðar. Já, það er. Það er einn maður vestanhafs sem að vill hækka tolla en lækka tekjuskatt. Hvað, af því að þú er nú innsýnin í þessi mál. Hvernig finnst þér hugmyndir Trump að tollar eigi að vera bara umtalsverðar tekjur ríkisvaldsins? Já, það er svona, ef menn fara svona 200-300 ára aftur í tíman í þann hugsunarhátt sem ríkti þá í svona heimsviðskiptum þá á þessum er svona heimatíma og heimaland sko. Ég held að þessar hugmyndir hljóti nú að brotna niður eins og maður sér nú þegar að sé að gerast því að þetta náttúrulega mun snerta allan almenning í þessum löndum mjög illa þegar með tímanum því að það er almennt viðurkennt að tollar og svo framvegis að það dregur úr hvað má segja hagsæld og svona og það sem er meiri held ég að margir af þeim svona peningengalegu ráðamönnum sem standa á bak við hana þeir munu merkja þá sinni í buddu sko þannig að ég held að þrýstingurinn á móti þessu hann muni magnast það upp að við förum svona Það mun ekki ná þessi gegn. Það mun ekki ná þessi gegn sko en þar fyrir það er sagt að þá er ekki þar með sagt að tollar séu í öllum tilvikum óæskilegir og nöðsynlega við náttúrulega sjáum að við náttúrulega beitum þessu og þannig að minnast á íslenskara eða hvað maður segja innflutning á landbúnaðarvörum til Íslands og þá er beita menn tollum eða tollaígildi til þess að tempra hann sko þannig að menn geta og það geta verið lögmætar ástæður til þess að verja verja byggð, matvælaöryggi jafnvel bara heilsu sjónarmiðum að matur er almennt betri sem er ræktar í nærumhverfinu en einhver svona allsherjar tolla til að afla tekna eru bara út í bláin sko og ég held að þetta muni ekki snerta okkur mikið því að jafnvel þó þessi 10% tollur haldið sér á íslenska vöru. Forstjóri Alvotek, hann talaði nú þetta í sjónvarpinu í gær og hafði ekki miklar áhyggjur af því og ég held að gildi sömuleiðis fiskútflutninga, það mun ekki vera neitt róttök þó að komi 10% tollur á fisk sem fluttur til Bandaríkjanna. Ég held að hættan liggi mikið meira í, hvað maður segja, þeim áhrifum sem að sko einhvers konar fjármálarhrun hefði í för með sér. Það myndi
snerta efnahag og ástand hér á landi mikið meira heldur en þessi tollur við sjálfur. En maðurinn í Hvítahúsinu, hann stendur frammi fyrir miklu vanda. Það krónískur mikill fjárlagahalli í Bandaríkjunum, miklar skuldir ríkissjóðs, búið að lemja niður eiginlega tekjuöflunarkerfið í áratugum saman, þannig að það stendur ekki undir þá þjónustu sem að líklega almenningur gerir kröfur búið að reyna alls konar sparnað, innviðir í Bandaríkjunum standa illa, vegakerfið og bara maður verður hissa þegar maður kemur til Bandaríkjanna þegar maður sér það hvað það hrörlegt og tala ekki þegar maður að skoða síðan fréttir af innviða uppbyggingu í Kína, þá þetta orðið eins og þetta tilheyrir ekki sömu öld, eins og bara lestakerfið í Kína í samanburði í Bandaríkjunum, þetta eru áratugir þarna á milli, sem að verða. En hann stendur frammi fyrir þessu og skattar ekki vinsælið, það má ekki tala fyrir skattahækkunum. Þá verður slaufað bara úr umræðu sem oft í fjölmiðlum sem eru í eigu auðkýfingana og umræðan fer fram á vegum stjórnmálaflokka sem eru í eigu auðkýfingana. Jú, þetta náttúrulega bara hlutaði sem ég sagði áðan að þjóðfélagsbreytingarnar og efnahagslífsbreytingarnar hafa haft þessar afleiðingar að stór hluti og sístækkandi hluti af þeirri þjónustu sem fólk vill og sem að eftirspurnir eftir eftir einhvers konar þjónustu sem að varla hægt að veita nema af hálfins opinbera og sérstaklega kannski í svona litlu löndum. Og ef að stjórnmálamenn, hvort sem það hér eða í Ameríku eða Evrópu, horfast ekki í augu við þetta og viðurkenna haldleysi þetta einhvers konar núllstefnu í skattamálum, því að þetta þýðir bara einfaldlega tilfærsla á milli vörutegunda úr einkavörum yfir í svona common good. Og þannig að eina lausnin á þessu að menn náið þeim pólitíska þorka að horfast í augu við þetta og segja að þetta þýðir að við þurfum að setja meiri stærri hluta af kökunni í þessa sameiginlegu neyslu og þetta kannski ennþá augljósara þegar við lítum síðan á þau vandamál sem að heimurinn stendur frammi fyrir eins og í umhverfismálum og svo framvegis. Það eru mál sem verða ekkert leyst á grundvelli einstaklinga eða fyrirtækja og ekki einu sinni einstakra ríkja. Þetta einhver málefni sem að ríkin og heimurinn þarf að sameinast og það gerist ekki nema með því að setja pening inn í þetta og gera þessa hluti þannig að þetta gangi upp. Við erum svolítið langt frá þessu að þú ert eiginlega að lýsa svona stöðu ef við myndum labba í samfélagi og spyrja hvað er mikilvægast í samfélaginu, þá myndi að segja svona öryggi í sambandi við heilbrigðismál og ég vil börnum mín hafi aðganga að menntun og ég vil að sé öryggi í húsnæðismálum, þannig að húsnæðiskostnaður grafi ekki undan lífskjörum allra. Ég vil hafa svona félagslegt öryggi, þannig að ég eða einhver af mínu fólki verður fyrir slysi að það sé húrrist ekki ofan í myrka fátækt og þetta myndi fólk segja, löngu áður að myndi segja Netflix áskrift eða eitthvað svoleiðis. En stjórnmálin eru bara ekki almennilega þannig Nei, ekki en ekki í Evrópu heldur Já, en ég held að þetta breytist nú líka með tíman þetta viðhorf hjá pólitíku. Hafa til dæmis huga að ástæðan fyrir því að repúblikínum eða forsetar repúblikínum, forystur repúblikínum hefur aldrei tekist að skerða verulega hluti eins og Medicaid og þessi einfaldlega andstaða kjósenda við að þetta sé skert. Líka velstæðir millistéttarfólkinu, það vill ekkert sjá styrkin og fjölskylduhjálpin og annað sem fer til foreldra þeirra og frænda og svo. Þannig að almenningur lítur þetta bara alltaf augum heldur en kannski topp pólitíkusar. En hins vegar spurningi hvaða áróðursmarkinu gerir síðan því að menn eru ginnkeyptir fyrir svona ódýrum lausnum eins og það að við getum bara að lækka skattan allt saman óbreytt.
Það hefur líka orðið breyting í samfélagunum með þessum skattabreitingum á nýfrjálshyggjuárunum og gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu sem áður var ókeypis. Eins og við erum að borga fyrir heilbrigðisþjónustu miklu meira en við gerðum áður og skólagjöld og eitthvað fleira og við sjáum að niðurgreiðsla á námi sem að fóra sömuleyti gegnum lánasjóðin, það allt farið og líka vaxtabótakerfi sem var í til þess að ýta undir eigna eða íbúða eign almennings, það farið þannig að við erum kannski alltaf með stærri og stærri hluta, kannski ef við segja, við ímyndum okkur bara eitthvað, fyrir 40 árum þá voru kannski bara með 2% af fólki sem hefði getað sagt, ég fæ eiginlega ekkert fyrir skattana, ég get alveg gert þetta sjálfur, ég get keypt mér heilbrigðisþjónustu og keypt mér hús og keypt menntun fyrir börnin og þarf ekkert á ríkinu að halda. En með þessari gjaldtöku sem hefur verið, þannig þá held ég að það sé að færa svona neðar og neðar í tekjustofninn, það sé kannski 15% af fólki á Íslandi sem að telur það sé að borga eitthvað að fá ekkert í staðinn og þá það mjög heyrið það mjög vel alla gagnrýni á okkur sóun hjá ríkinu og upplifið það sé að leggja eitthvað til á þess að fá eitthvað gott í staðinn þótt að kannski á endanum myndi það segja nei, ég vil búa í velferðarríki, það bara betra fyrir mig og mína fjölskyldu að búa í slíku samfélagi heldur en þess að við missum það. En í Bandaríkjunum ertu kannski komið með þetta hlutfall niður í 25-30% sem að trúa því einlægni að horfa á heimilisbókhaldið að það sem ég borgi skatta, ég fæ ekkert fyrir það, ég geti reddað þessu bara sjálfur. Já, þetta og kannski... Við gætu lent á svona point of no return, í þessu löndum. Já, en svona í sögulegu samhengi kannski líka fróðlegt að skoða þetta ef við förum 150 ára aftur tímann, að þá voru ekki til neinn velferðarkerfi sem það voru fjármagn. Þá voru skattarnir fyrst og fremst spurningunum að vernda valdhafana, að tryggja öryggi þjóðarinnar sem kallar, byggja upp her og svo framvegis. Þannig að sú skattheimta, hún var ekki til þess að fjármagna einhverju þjónustu almenning, heldur allt aðra. Og það er kannski svona rétt að taka eftir því að hugmyndafræðin sem fyrir þessari últrafjársyggju og skattleysisfjársyggju, hún sótt til hagfræði kenninga sem myndust á þessum tíma í raun og veru áður heldur nútíma og samfélag var til, engu síður þá trúa mennin ennþá og menn eins og Hayek og svo framvegis eru í guðatölu hjá mönnum þó eins og segir þeirra svona hagfræðilega hugsun og grunnur bara í allt öðru þjóðfélagsumhverfi. Takk ekki til þess að Adam Smith hafði ekki séð velferðarríki 20. aldar. Já, það enga aðstöð til þess að geta séð það fyrir. Nei, ég held að Adam Smith hafði fyrir svolítið rangur sök. Hann ekki þessi frjálshyggju postuli, hann fyrst og fremst markaðssinni, við skulum láta markaðlaustina, en talvarðandi til dæmis skattamál og annað ber þess merki. Hann talar að þar skuli menn leggja samfélaginu til eftir getu og fá þjónustu eftir þörfum. Þannig að það svona, ég átti því, það sem hann fyrst og fremst og talar að hann bara að spila á græðgin og segja við skulum nota okkur græðgin og láta það bítast á markanum þetta. Því að þá voru ekki heldur, einanguna blokkir og þess að það tilkomnar heldur. Ekki eins og heilsufyrirtækin í Bandaríkjunum. Já. Það sem verið að byggja upp heilbrigðisþjónustu, það sem græðgin keyrir hann áfram. Já. Það er mjög óhagkvæmt kerfi, 3.000 dýra heldur en í svona meðal-Evrópulandi. Já, það og veitir ekki þjónustu til kannski 25% af landsmönnum. En það líka athyglisverð þróun í því að menn hafa talað kapítalisma sem drifkraft til þess að skapa og svo framvegis vörur til þess að selja. En nú vegna þessar þróuna, vegna þess að vöruframleiðslan hefur orðið svo mikil, matvælaframleiðslan svo mikil og svo framvegis að það eru fremur vandræðalostum þetta, að þá sækir kapitalið inn í þennan opinbera vettvang. Núna eftirspurning hjá kapitalinu að komast inn í rekstur á hjúkrunarheimilum, byggingu hjúkrunarheimilum, veita aðal þjónustu, þar sem ríkið borgandi. Þannig í raun og veru þetta svona, pilsfalda kapitalisma þróun sem í gangi einfaldlega vegna þess að þessi frjálsi markaður hann nægir ekki að bjóða upp á
almennar vörur sem að ganga við getum heldur þeir eru að selja þá þjónustu sem fólki vill fá og vilja komast í aðstöð til þess að græða á því. Og kannski líka hluti af svona bakgrunninum á bakvið ákvarðanir Trump, þar sem að iðnframleiðslan hefur farið frá Bandaríkjunum til Asíu. Þá situr eftir auðvaldi í Bandaríkjunum sem náttúrulega á alþjóðlegu fyrirtækin, en það vill fara að vinna innan Bandaríkjana og sækir þá á það sem áður tilheyrði kannski frekar ríki og sveitafélögum. Allavega það er svona setupi sem hefur verið í Evrópu og við sjáum þetta sama hérna á Íslandi að kapitalið sækir æ meira inn í opinbera þjónustu og vill sækja þar sína rentu 10-15% arðsemi í svona þjónustu sem áður var bara ágætt samkomulag að væri opinbera þjónusta og tilheyrði ekki raunverulegu markaði. Já, það er ekkert voðalega langt síðan að bara verðlagning á til dæmis orku, bæði rafmagni og hita, var í raun og veru kostnaðarverðlagning. Það var ekki markaðsverðlagning, það var ekki spurt hvað væri hægt að selja þetta á, heldur spurningi bara framleiðslan á heitu vatni og dreifingarnir kosta þetta, það er það sem íbúðarnir borgar. Þannig að þessi opinbera þjónusta, hún var ekki að markaði. Þetta er allt saman að breytast, við hefur breyst. Og markaðsvæðing rafmagnssölu hefur til dæmis, ég veit ekki hvort að hún hefur leitt til þess að hefur raforku verið hækkað til okkar, 20% held ég bara á tildur á skömmu tíma. Miklu meiri almennt verðlag. Eftir markaðsvæðinguna sem áttu að lofa okkur lægra verði, því að þeir myndu finna það. Og það er, ég held að sé ennþá þannig í kalda vatninu að þú mátt ekkert selja kalt vatn með einhverjum hagnaði. Það er bara lögð bara smá finna ofan á sem þú mátt hafa til þess að hafa varasjóð. Það mæti ykkur, en annars máttu bara selja þetta á kostnaðarverði. Herðu, alltaf gaman að fá það hingað Indriði og ég leiti nú talið svona inn á þessu sem að tekist þessu samfélagsbreytingum, en þú er svo fróðlega innsýn inn í skattamál, það er alltaf gaman að ræða skatta og það vantar að tala meira skatta. Já, það vantar og kannski sérstaklega núna og í framtíðinu þá þurfum við að taka þessu umræðir, ekki bara fjara sig inn í einhverjum skúm og skótum eða hólum. Einmitt, kærar þakkir. En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem að breytist eiginlega hraðar heldur við náum að skilja hann. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.